Í byrjun maí stóð skíðafélagið í Stafdal í fyrsta skipti fyrir skíðagöngumóti á sameiginlegu skíðasvæði Múlaþings í Stafdal. Gangan var síðasta gangan í Íslandsgöngunni, mótaröð skíðasambandsins og var keppt í 30 km, 15 km og 5 km göngu í troðinni braut á Fjarðarheiðinni. Í 30 km göngunni bar Sigurbjörn Þorgeirsson sigur úr býtum og Diljá Helgadóttir í kvennaflokki. Þetta gekk bara ljómandi vel. Það var bara skemmtileg braut og stemning í spórinu. Er þetta hörð keppni? Ég veit það ekki, leit aldrei aftur fyrir mig. Það var bara beint áfram. Þetta var bara mjög fínt. Það var svona þéttur pakki til að byrja með, en síðan skáruðu okkur tveir frá og vorum tveir félagarnir sem æfum mikið saman. Ég og Helgirinn. Og við vorum bara saman allan tíman. Miðað við að við erum í maí, þá vorum við mjög heppin með brautina. Hún var ekki svona slössuð eins og maður segir. Þannig að sem oft svona, það var ekki vorfæri, það var gott staðarfæri og hún var mjög flott. Mikið landslæginu og skemmtileg. Í 15 km göngunni var heimamaðurinn Hjálmar Jóelsson fyrstur en hann stendur á áttræðu og er gamalreyndur í skíðamennskunni. Kempan Ívar Ingimarsson var á svæðinu líka og tók að sjálfsögðu þátt. Þetta gekk bara ljómandi vel miðað við mig. Ég bætti metið mitt, þannig að enda að taka þátt í keppni í fyrsta skipti. Og fór 15 km og þetta var bara rosalega gaman. Mjög erfitt, en rosalega gaman. Ertu vanur skíðamaður? Ég get nú ekki sagt það. Ég byrjaði að pröfa gönguskíði fyrra og var búinn að pröfa að fara 5 km fyrir daginn í dag, þannig að þetta var þreföldun. Þannig að ég var bara mjög sáttur að komast í mark. En það er nú líka hluti af þessu, bara að taka þátt og vera með, sko. Þetta tekur alveg helling á, sko. Og góð hreyfing líka. Þetta er ekki sömu höggin eins og þú veist í gegnum hnén og svona. Þannig að þetta eru svona mýkri hreyfingar. Þannig að þetta er alveg bara mjög góð hreyfing fyrir miðaldra kall. Þannig að þú nota kannski aðeins aðra vöðva heldur en í fótboltanum? Pínlítið aðra. Ég held ég verði örugglega með harðsperrur á okkur 9 stöðum eftir þetta. Og en eins og ég segi, þetta var bara rosa gaman og gaman að sé verið að starta svona og bara mikilvægt að halda þetta reglulega. Og ég á nú alveg eftir að sjá það að þetta á eftir að stækka hratt því að þetta er alveg geggjað svæði þetta. Frábært svæði, Fjarðarheiðin öll náttúrulega undir og frábæra leiðir og svo bara virkilega vel að þessu staði hjá þeim. Þannig að mér sýnist allir sem er að taka þátt núna séu bara yfir sig ánægðir og þeir munu örugglega koma aftur með +3 með sér næsta ári. Já, það eru þátttakendur í öllu landinu og ansi margir austan líka. Ólafsfirðingar komu sterkir inn og keppendur frá Akureyri og Reykjavík. En í 30 km göngunni er keppt í aldursflokkum. Sem sagt 17 til 34 ára og svo, já, elsti aldursflokkurinn 60+. Veistu hvað margir þið tóku þátt í dag? Það voru eitthvað milli 50 og 60 manns. Það var lögð 10 km braut í dag með snjótróðara og það eru 2 spor. Þannig að það er auðvelt að taka fram úr og svoleiðis. Og svo voru 5 km hringir líka fyrir þá sem fóru styttri vegalengdir. Þú tókst þátt sjálf, hvernig gekk? Það gekk bara þrus vel. Ég hef nú aldrei labbað svona langt, en ég fór 30 og það er bara mjög gaman. Hvað er svona áhugavert við gönguskíði? Þetta er náttúrulega alveg frábær hreyfing. Mjög góð líkamsrækt. Og svo er maður náttúrulega bara úti í góða veðrinu. Það var rosa gott veður í morgun. Og er náttúrulega rosa gott veður núna, þetta er mikið aðeins niður, sko. Við ætlum að halda áfram að byggja þetta upp hérna með námskeiðahaldi og svo þessu móti sem verður svona lokamót vetrarins og við vonumst til þess að byggja þetta upp og hér verði í framtíðinni og næstu árin bara fjöldi fólks og rosa stuð á síðasta gönguskíðamóti vetrarins. Þetta verður lokahófu verður hér og hér verður bara lokaslútið. Er ekki nokkuð öruggt með snjó á þessu svæði hérna? Jú, ef við getum ekki verið hér í Stafdal þá förum við bara upp á heiði og það er garanteraður snjór hér langt fram í júní, sko. Þannig að 1. maí ganga verður aldrei neitt mál hér á svæðinu.